Nú eru kosningar á næsta leiti. Hver eru næstu skref hjá ykkur fyrir kosningar? Það búið að skipa sérstaka samstarfsnefnd sem hefur verið falið að annast kynningu á þessum möguleikum og hvað felst í því ef að sveitarfélögin sameinast. Og sú nefnd hafði verið starfandi áður en henni verið falið að sjá þetta kynningaferli og það var unnin skýrsla á vegum KPMG sem að gerði heilmikla úttekt á ýmsum þáttum í starfsemi sveitarfélaganna, fjárhagsstöðu, íbúasamsetningu, þjónustu, fjárfestingarverkefnum og svo framvegis. Og þessi skýrsla svona grunnurinn að þeirri kynningu sem að nú fer að fara í gang og það verða sem sagt kosningar 11. nóvember í Sandgerði og í Garði þar sem að íbúum gefst kostur á að ákveða hvort þeir vilja að sveitarfélagin verði sameinuð eða haldi áfram sitt í hvoru lagi. Það er kannski rétt að fara yfir það framundan þessi kynning á tillögunni sameiningu sveitarfélagana og efni skýrslunnar eins og Sigrún nefndi og það er þessi ferli núna fram að kjördeginum sem er 11. nóvember. Og hvernig mun svo kynning fara fram? Með ýmsum hætti. Það verður gefin út bæklingur, það verður efni á heimasíðum sveitarfélagana, það verður væntanlega haldnir fundir, íbúafundir, við munum væntanlega nýta samfélagsmiðlana einhverju leyti, þannig að við ætlum að reyna að beita þeim svona leiðum sem eru svona, opnar til þess að koma upplýsingum til sem flestra og vekja áhuga sem flestra á að taka þátt í kosningunni því að það er auðvitað grundvallaratriði í rauninni að sem flesti taki þátt í kosningunni. Það er svona stórt markmið hjá okkur að reyna að fá sem flesta til þess að taka þátt og við höfum svona rætt það að það væri gott ef að kosningaþáttaka er það minnsta kosti yfir 60% og þess má geta að það geta allir íbúar íslenskir ríkisborgarar sem búsettir eru í sveitarfélögunum kosið og fólk af erlendum uppruna sem hefur átt sem sagt heima í öðru hvoru sveitarfélagana í 5 ár. Já. Og kannski það er þessi skýrsla sem að Magnús var að koma inn á sem er heilmikill doðrantur og hún er þegar aðgengileg á heimasíðum sveitarfélagana en eitt af því sem við ætlum að gera er að opna sérstaka heimasíðu þar sem verða svona spurningar og svör. Það er svona margt sem að við finnum það er margt sem brennur á fólki. Og ýmsar spurningar sem kom upp sem að kannski sumar að tengjast ekki beint sameiningu sveitarfélagana en eru eðlilegar frá fólkinu sem að svona velta þessu fyrir sig. Og aðalmálið í mínum huga er það að sem flestir íbúarnir taki þátt í kosningunni vegna þess að þarna er raun og veru verið að taka ákvörðun, íbúarnir í sameiningu, taka ákvörðun framtíðina. Sem sagt, hvort að sveitarfélögin þessi tvö verða sameinuð eða hvort að sveitarfélögin munu halda áfram sínu starfsemi eins og hefur verið og þetta er framtíðarmál. Þess vegna er mikilvægt að sem flestir íbúar mæti á kjörstað eða taki þátt í kosningunni til þess að taka afstöðu í þessu máli. Og eftir sameininga kemur verður nýtt sameinað sveitarfélag það 17. fjölmennasta á landinu og næst fjölmennasta á Suðurnesjum fyrir utan Reykjanesbæ. Hver eru kostirnir og gallarnir ykkar mati? Við sameiningu? Já, við svona stórt sveitafélag. Sko, stærðin náttúrulega, það er svona margs konar hagkvæmni sem felst í aukinni meiri stærð eða stærra sveitafélagi og þetta eru lík sveitafélög, það er ekkert óskaplega erfitt að sameina þau, þetta eru svona, það er að meðalaldurinn svipaðar, það eru álíka margir nemendur í báðum grunnskólum og leikskólum, þannig þetta eru mjög lík samfélög, það eru mjög stutt á milli þeirra. Ef við byrjum saman kannski við samfélög annar staðar á landinu eins og núna standum við viðræður í bæði Skaftárhreppi og Austur-Skaftafellssýslu og það eru miklu ólíkari samfélög, miklu meiri vegalengdir þannig að það er svona tiltölulega einfalt að sameina þessi samfélög og kosturinn væri kannski að það er alltaf verið að bæta við verkefnum á sveitarfélögin að eftir sem sveitarfélagið er stærra að þeim er meira bolmagn hefur til þess að ráðast í kannski betri stjórnsýslu, meiri þjónustu og ýmislegt fleira. En ef maður hugsa sér einhverja galla þá er það kannski, held ég, að maður heyri allavega þekki að frá Austurlanduna þá fannst fólki, sko, var óttaðist það að sem sagt, bærinn minn myndi á eitthvað nátt hverfa en það er svona einhver augljósir gallar sem að ég sé að minnsta kosti, ég veit ekki hvað þér finnst Magnús? Já, sko það er auðvitað, hver og einn sem þarf auðvitað að meta það.
Ég hef oft sagt að hérna þegar verið að velta fyrir sér sameiningu sveitafélaga að þá þurfum menn að horfa svolítið fram í tíman, 20-30 ár kannski, til að svona vega þá og meta hvort að maður vill sjá sveitafélagið óbreytt eða í stærri einingu til lengri tíma litið. Það finnst mér vera grunnur í þessu. Varðandi þessi 2 sveitafélög þá erum við í miklu samstarfi nú þegar og sumir segja það að samstarf muni leiða til sameiningar. Við rekum saman núna til dæmis byggingasvið, skipulags- og byggingasvið sameiginlega. Það forstöðumaður íþróttamannvirkja 50-50 félagsþjónustan og það eru fleiri svona verkefni sem við höfum verið að vinna saman að. Og ef við horfum bara á það, að þá auðvitað hlýtur það að vera nokkuð augljóst að með því að sameina sveitafélögin bara hreinlega, þá svona öll stjórnsýsla á þessu sviðum verður einfaldari. Síðan auðvitað eins og fram kemur í skýrslunni að hérna, ef að þessari sameiningu verður, þá myndast sveitafélag sem á miklar eignir og á mun meiri eignir heldur en mörg eða flestunum sveitafélög í landinu. Þannig að það líka öflugt og hérna, eftir því sem sveitafélög eru stærri, að þá auðvitað eru öflugri einingar. Og hérna, en í þessu tilfelli öfugt við það sem oft á við þegar við erum að vinna sameiningu sveitafélaga, að við þurfum ekki í okkar dæmi að vera að velta fyrir okkur grunnskólunum til dæmis, hvort á að færa nemendur á milli eða annað slíkt. Grunnskólanir verða bara reknir áfram eins og þeir eru, sama með leikskólana, tónlistarskólana. Hvað ferli fyrir gang ef af sameiningunni verður? Sko, samkvæmt lögunum, sveitarstjórnarlögunum er skýr allt ferli, bæði fram að kosningum tillöguna og einnig eftir hana. Það sem gerist ef að hérna, samningur samþykkt, þá eiga sveitarfélögin 2 að tilnefna 2 eða 3 fulltrúa í sérstaka stjórn sem fær hérna, ýmis verkefni samkvæmt lögunum. Meðal annars það að setja nýju sameinuðu sveitafélagi samþykktum stjórn og fundarsköp sem þarf að staðfestast af ráðuneytinu og þar þarf meðal annars að koma fram hvað sveitafélagi heitir, hversu marga bæjarfulltrúa bæjarstjórnin á að skipa og svo framvegis og síðan á þessi nefndir og ráð og ýmislegt. Já, ýmislegt bara sem því fylgir og auk þess að fara yfir samninga sem að sveitafélögin hafa gert og í gildi, ýmsar samþykktir og ýmislegt sem þarf að samræma og þannig að það ýmis verkefni sem þessi stjórn fær. Nú síðan auðvitað þarf ráðuneytið að samþykkja sameininguna þegar það liggur fyrir að hún er tilbúin. Það þarf að auglýsa hana, þetta er svona formulega heiti í kringum þetta. En við höfum gert ráð fyrir því að ef að sameiningur er samþykkt, að þá verður kosið í bæjarstjórn fyrir sameinað sveitafélag í maí þegar að fara fram sveitarstjórnarkosningar á Íslandi. 2018. Og síðan tekur bara bæjarstjórn sú við ekki síðar en 14 dögum eftir kjördag. Og þá tekur nýtt sveitafélag til starfa.